Já, góða kvöldið, góðir áhorfendur, verið hjartalega velkomin með okkur á KA TV. Það er Sigurli Magni Sigurðsson sem heilsar ykkur hérna ásamt Heimi Erni Árnasyni. Velkomin til leiks, Heimir. Þakkaði fyrir Siguróli. Það er mikil veisla framundan. Við ætlum að byrja á því að auglýsa styrktarreikning okkar KA TV manna, en við urðum fyrir því óhapp í sumar að búnaðinum okkar var stolið, brotist inn í læstan bíl og erum við að safna fyrir nýjum græjum. Það er rétt, ég sá reyndar auglýst á bland.is, mjög líklega verið að selja þetta, en hérna, við gáttum keypt aftur en við ákváðum að spara penning, finna eitthvað nýtt. En það er leikur KA Hauka hérna framöndan fyrsti heimaleikur KA í Ólafsdeildinni þennan veturinn í annarri umferð og liðin eru hérna ganginn á völlin. Við ætlum að byrja að renni við lið gestana og þar er númer 1 Andri Sigmarsson Scheving og númer 32 Grétar Ari Guðjónsson, gríðarlega gott markvarðarpar. Já, ég sammála því, þeir eru mjög steady og ef annar klikkar þá kemur því miður alltaf hinn inn á reddarunum. Aðrir leikmenn, Tjörfi Þorgeirsson númer 2, Gunnar Dan Hlinsson númer 3, 4 Adam Haukur Bamrúk, 6 Brynjólfur Snæði Brynjólfsson, 8 Atli Már Bárusson, 13 Darri Aronsson, 14 Ásgeir Örn Hallgrímsson, 15 Halldór Ingi Jónsson, 16 Jason Guðnason, 20 Vigni Svávason, 24 Ólafur Ægir og 73 Einar Pétur. Heimir, þetta er gríðarlega sterkt lið. Þetta er mjög vel mannalið eins og síðustu, 10 ára eitthvað svo leiðist. Þeir eru alltaf með mikla hæð. Stórir og sterkir strákar. Stórir og sterkir strákar. Vigni kom heim núna, hann er hérna ári yngri en ég að mig minnir, en hann er örugglega léttar en ég, þó hann sé miklu stærri. Hann er í toppstandi. Fantaformi Vigni Svávason. Hann er í fantaformi og hérna, hann áttar að reyna þess þeim gríðarlega dýrmætur í vetur. Það er bara svoleiðis. Þá er spurning hvort að við fáum Stefán til að kalla lið okkar heimamanna upp á skjáinn. Nei, við ætlum bara að láta nýju töflun okkar lifa. Og það er númer 1 Jóhann Kukubat og 19 Svavar Sigmundsson, markmennir okkar. Síðan koma Andri Snær Stefánsson fyrirlið númer 2, Dagur Gautason númer 3, 4 Patrikur Stefánsson, bjóðum honum hjartanlega velkomin aftur í gulabúninginn. Gott að fá Patta, mikil styrking fyrir okkur. Síðan er það númer 9 Áki Egilsnes, númer 14 Daniel Mattíasson, 17 Daði Jónsson. Við sjáum hérna klukkuna kynna þessa leikmenn inn á skemmtilegan máta. Númer 21 Jón Heiðar bróðir. Allan Norberg fær einhverjum fljúendur með 25, 28 Einar Birgir, 77 Jóhann Einarsson og 41 Daniel Örn Griffin. Og hann er líka nýr hjá okkur, Heimir. Yes. Það er ekki langt síðan að þú lagðir klístrið á hilluna, tókstu flautuna í staðinn. 2 nýjir leikmenn, þú farin á brott, annars erum við bara með sama liðu fyrra. Já, þetta er frábært að halda næst í sama hóp. Eina breytingin er eitthvað eldgamall kalldottinn út, þannig að við ættum að vera með sterkara lið í ár. Þannig að hérna, þetta er Daniel Griffin, frábær varnarmaður og Patti, það er svona vöðvamassi, þannig að þeir styrkja okkur bæði líkamlega og upp á breidd. Þannig að hérna, þeir eru eftir að komast hægt og rólega inn í þetta, en ég er full á trú að þeir eru eftir að vera flottir báðir þessir. Það er bara svoleiðis. Fyrsti leikur KA var gegn Aftureldingu í síðustu umferð í Mosfellsbæ þar sem við töpuðum með 1 marki. Löngum köflum ágætisleikur, lentum 5 mörkum undir, komum tilbaka, sýndu karakter og endanum fjall sigurinn Aftureldinga megin. Heimir, þetta var ágætisleikur hjá okkur. Já, mér persónulega fannst við vera pínu klaufar að ná ekki stigi, en síðan sér maður að Afturelding tók Stjörnunum 8 í dag, þannig að hérna, þetta er bara verið þokkalegu leikur í okkar mönnum, en agalegt að sjá Birki skora 10 mörk. Ég var sammála Dóra í seinni bylgjunni, Sigfúsar, að menni átt að bregðast við, taka tröllið aðeins. Þetta er stór og mikill maður og það verður bara að mæta honum aðeins framar. Já, hárrétt. Hjá okkur er mjög líklegt að við séum að fara að byrja með Dag Gautason í vinstra horninu, Allan í hægra horninu, Áka og Tarik í skiptunum og Jón Heiðar á miðjunni og Daniel Mattíasson væntanlega inn á línu, svo varnarskipting Jón Heiðar Daði. Mikið rétt, þetta er örugglega bara hárrétt giskað þegar. Síðan kemur Einar Birgir inn eftir á ég að giska korter og hann hérna Griffin leysir okkar með Áka af, þannig að hérna, þó ég sé nýhættur, þá þekkjum við örugglega til hvernig þetta verður byggt upp, sko. Akkurat. Við sjáum að Haukar er að gera sér klárin á vellinum í glænýjum Puma-búningum. Við gleymdum náttúrulega kannski að fara við það að dómarar leiksins í dag eru þeir Ramúnas Mikalónis og Þorleifur, hvað er sonur aftur Dolli? Þorleifur Árnason, Þorleifur Árni.
Þorleifur Árni. Þetta eru báðar, þetta eru kempur úr boltarum, annar stórskitt úr Selfoss og hinn Íringur, hann Dolli. Góð skitta, ekki góð varnarmaður, skelfilegu varnarmaður. en Rambó var góður, báðum megin. Við sjáum að við byrjum í vörn. Hjá Haukum þá byrja þeir Adam Haukur og Atli í sikkur skittunni. Engin örfend, eða sérst engin örfend skitta hjá þeim. Tjörfi byrjar á miðunni, Halldór í hægra á horninu og hann Gunnar Dan í því vinstra. Vignir byrjar sinna á línu og þeir eru væntanlega með varnarskiptingu með Darra Aronsson inn á í vörnina. Fyrir væntanlega Atla Tjörfa. Nú kemur væntanlega línusending eftir smá stund. Bamrúk upp og skorar fyrsta markið. 27 sekundur, 1-0 fyrir Haukum. Þá koma KM-menn í sína fyrst sókn. Tarik sækir á, Atje. Jón Heiðar út í hornið á Allan Norberg sem fyrir gegn og Gretar Ver. Þetta var illa farið með gott færi sem Allan fekk. Allan skoraði 5 mörk og 5 skótum úr síðasta leik. Þannig að þetta er fyrsta skot sem hann klikkar í Ólafsdeildinni í vetur. Og Rambó stoppa leikinn. Já, sjáum að hérna játnið fyrir Blacksúluna hafi færi á hreyfingu. Ég veit ekki alveg hvað þetta var en ágætt fyrir okkur, Hauka voru hérna í sóknarfasa. Þetta var allt og auðvelt marki á Haukunum. Flöt vörn og þó að Tarik sé stór og þá verður hann að reyna að mæta mönnum. En ég veit að Haukarnir munu byggja mikið á innleysingum og línusendingum frá Tjörfa. Tjörfi er þeirra lykil maður í spili. Heilinn í sóknarleiknum. Gjörsamlega og hann er alveg frábæra dælinn úr línu þannig að menn verða að vera klárir allan tíman. Engin Heimir Óli í Haukunum. Þeir sakna hans. Já, það er svoleiðis. Sýnist það öllu. Já, þá er Vignir að fara að spila mjög mikið í dag, væntanlega. Já. Hérna koma Haukarnir. Atli, Adam. Sama kerfi. Tjörfi, Adam fær pássi hérna. Sækir á, klippir inn, Halldór úr horninu. Halldór sækir á. Finnur Atla Bárusson. Atli sækir á. Já, flott vörn. Fyrsta fríkast okkar KM-manna. Strax fara að sjá svolítið á treyjuna Vignis. Það er allt í góðu. Tjörfi hérna vinstra með núna. Adam á miðunni. Atli sækir á Tarik. Atli með mikið skriðþunga. Halldór. Dagur til varna, Dagur missir hann. Og Halldór skorar 2-0. Koma KM-menn hratt aftur. Átsi á miðunni. Sækir á. Upp. Klippir inn Tarik. Tarik með mikið pláss. Skítur og framhjá. Ekki byrjunin sem við óskuðum okkur. En sjáum hvað setur. Haukarnir konir í sókn á nýjan leik. Nei, við verðum að fara að skora fljótlega. Við mögum alls ekki byrja í 4-5-0 kapla, þá verðum við í vandræðum. Móti svona liðis og Haukum hafa byrjunin ótrúlega mikilvæg. Hárrétt. Haukar léku gegn HK í fyrstu umferð og höfðu þar sigur úr bítum. Adam, Halldór, Jón Heiðar ennþá í vörninni. Halldór bara upp á flatta vörnin og skorar 3-0. Þetta er ekki góð vörn hjá frændamönnum Degi tvisvar í röð. Tarik upp á flaggtegnum, klippir inn Jón. Sjáum að Darri skipti við Tjörfa og þeir spila þristana, Darri og Vignir. Sjáum að núna fær Káa kannski fyrstu uppstiltu sóknina sína. Þeir eru með Adam og Atla í bakvörum, Vigni og Darra fyrir miðju. Jón Heiðar stýrir spilinu, kallar í kerfi, Danni kemur út. Aftur inn. Jón Heiðar gegn Atla Bárussyni, sækir. Tarik upp með skot sem Vigni ver. Og þetta yngast á Káa. Já, þetta yngast. Þetta er nú ekki... Þeir mótmæli ekki einu sinni, þannig að þeir hljóta að dæma þetta Káa vil. Já, fór af Darra Aronssoni þarna út af, Vigni varði þennan í vörninni. Já, ég mun bara leyfa dómarum að dæma í dag. Ég er dómari sjálfur og mun ekki tjá með dómgæslu. Nei, ég skal sjá alveg það hinn minn. Ekkert mál, Sigurður minn. Þá var Atje, sækir á, Adam þarf að beita belli bröðum. Hann var Ramón og svo fljótur að flauta, en hann benti nú á að Atje hefði verið búið með skrefin sín. Allt í góðu. Nú þyrftum við að fá mark með okkar mönnum. Kemur kerfi, Tarik, Atli eltir hann langt yfir. Virkilega góð vörn hjá Atla Bárussyni. Ok, Tarik með gólskot sem Gretar ver. Beint á Gretar og koma Haukarnir hratt, geta hann á 4 marka fórustu. Það var að Tjörfi gegn Allan Norberg. Allan gerir vel. Góð vörn. 2 línumenn í Haukum og leysir út. Jón Heiðar lendir í þeirra að spila þristi núna með Daniel aðra vörnin í röð. Gerði það síðast hjá mér í öðru flokki fyrir 6 árum. Gerði það vel bara? Já, mér minni það þegar ég þjálfaði. Þetta er bara spurningum trú og getu. Já, Atli leysir inn. Sama kerfið. Og Adam fyrir út, Jón Heiðar nær honum. Þá kemur leikhlé eftir 3 mínútur og 44 sekúndur.
Já. Við þurfum allavega ekki að fara yfir hverju eru markahæstir á Káa. Nei. Þetta er ekki góð byrjun, þetta er akkurat það sem var hræddu við. Þeir gríðarlega einbeittir til leiks, ég frétti þeir mætti til gær og gist held ég með þessa. Já, það passar. Og þessi formúla er vist að ganga vel, en við náum að afsanna hann á stundum í fyrra. Menn held að formúla væri nóg að koma að gista innan nótt. Já. Það er bara tóm tjara. Þó sé gott að vera hérna á Akureyri, þá er kannski ekki nóg að bara koma og gista. En allavega við þurfum að við erum bara búin að ná einu fríkast í leiknum. Við þurfum að ná fleiri fríkastum. Málið er að Adam Haukur, hann má alls ekki fá þessa flugbraut. Það verður bara fórna einum út. Já. Og menn verður miklu fljótari að gera þarna. Sem megum við ekki fá svona hornamörk á okkur. Þetta er alveg skelfilegt að fá svona auðveld hornamörk. En ég veit að Dagur frændi, hann mun bæta þetta upp. Já. Sjáum að Jonni og Stebbi gerir enga breytingar þrátt fyrir leiklið. Enda svo sem bara 3 mínútur og 44 sekúndur búin á leiknum. Já, það er mjög lítið búið. Það var í dag, það var ekki FH Valur. Ég sýnist að það verið 7-1 eftir 7 mínútna leik fyrir FH. Þannig að Káamenn hafa komið svona svipað til leiks eins og Valsarnar í dag sem að endaði með öruggu sigur FH á lokum. Þannig að við skulum fara í gang núna fljótlega. Já. Þá koma Káamenn. Spurning hvað Jonni og Stebbi hafa lagt upp í leikliðinu. Gríðarlega hávaxinn og stór vörðin hjá Haukunum. Og Jón Heiðar stýrir spilinu á stöðuskipti við Tarik. Sækir á, Jón Heiðar Sigursson upp og Gretar Ver, þetta er einfalt. Þá koma Haukarnir hratt, Gunnar er langt fremstur, ákvað að senda ekki á hann samt. Allir róa niður. Jón Heiðar komin í bakkara núna, gegn Tjörva. Tjörvi upp á Adam, býsir boltan, þetta á Káa. Já, Dagur er langt fyrstur upp. Koma Káamenn að Áki driblar. Fer á vörðina, Tarik Kasumovic fintar alla bár upp úr skónum, en Gretari gjörsamlega í banastuði. Frábær varsla hjá Gretari. Kemur Tjörvi hins vegar á killi flatavörð Káamann og þá verður Jóhann sinn fyrsta bolta. Gríðarlega hratt akkurat núna. Atje. Nú verðum við að fá mark. Atje upp og skorar! 4-1. Mikilvægt, mjög mikilvægt. Mjög mikilvægt, hann var búinn að verja þetta fyrstu 5 skotin sem var velgert hjá Gretari en skelfilegt hjá okkur. Já. Allt í milli hæð og mjög auðvelt að verja. Þannig að ég vil fá skotin annarkot neðar eða aðeins ofar. Þetta er allt í milli hæð. Já. Nú kemur þetta. Heldur betur. Gott að fá fyrsta markið. Komast á blað. Já. Koma Haukar. Atli leysir inn á línu. Spila náttúrulega bara sama kerfið, hann til að hætta að ganga upp. Hárrétt. Þetta er ekki flókin uppskrift meðan hún gengur upp. Nei. Þetta er svo sem ekki mjög flókið kerfi, þetta er 2 hægri hittir þetta öllum liðum í heiminum held ég. Já. Nú kemur eins og að Júki. Atli. Mikið plás fyrir Atla, allt og mikið plás. Nú stoppar Atla illa á svona ferð. Nú kemur hröðmið hjá Káamönnum, Áki sækir á. Já, Vignir, nei, Adam byrjítur á honum. Haukarnir ná ekki varnarskiptingunni, þannig að Tjörvið spila bakkarann. Þá kemur Patrik Stefánsson inn á vinstri skiptuna. Tarik sem er búinn að eiga 4 skot og ekkert markinga til. Sérst á bekkinn. Eftir 5 minútna leik, já, það er skýr skilaboð. Já. Þetta er eiginlega svona svipubyrjun á Tarik og fyrra, hann var svolítið... Átti erfitt uppdrátt til að byrja með. Já, smá tíma að komast í gang. Já. Patrikur hins vegar kom inn á vinstri skiptuna í lok leiks á móti Aftureldingu með Jón Heiðar á miðjunni og spilaði gríðarlega vel. Þá er það Allan hætti við að fara inn hana. Það var vel gert á pattan nefnilega. Já, Jón sækir á Atla og fintar hann í gegn. Skýtur í stöngina. Þetta er bara óefni. Já, góð finta hjá Jóni. Þá kemur Atli og Adam. Og Jóhann með frábæra markvörslu en Gunnar tekur frákastið. Frábær varsla hjá Jóhann því að Adam fekk galop í skot. Jóhann er komið 2 skot. Já, Jóhann er komist í gang. Ég held að Gunnar Magnússon dreymi ennþá martraðabyrjununa sem hann átti hérna með Haukum í fyrra. Já. Jóhann varði held ég sko 11 af fyrstu 12 skotur sem kom að markið eitthvað svo leiðis. Það var nákvæmlega þannig, þú sér það að menn eru mjög einbeittir Haukamennir í dag. Þeir vilja ekki að það komið fyrir aftur. Nei, Jón Heiðar brýtur á Atla. Nei, já, ég ætla ekki að segja neitt. Nei, þetta er hins vegar með við að Jón Heiðar fór í gegn hinum meginn á, hann fekk ekkert fyrir sinnsnúð. Hann fær Atli Bárusson víti núna. Og það er Halldór sem eftir á punktinn gegn Jóhann. Nei, það er Ólafur, vinur minn úr Gróttu. Ólafur Ægir? Já, lék einmitt með Jón Heiðar Sigursson, frægt tímabil í Gróttu á sínum tíma.
Já, stór skemmtilegu drengur. Já. Vonandi klikkar hann þessu víti samt. Já, sammála því. Ég giska stöngin. Nei, skorar. 6-1. Haukum í vil. Hefum ekki missað trúna. Alls ekki. Það er áfram sama uppstilling. Patrekur á miðjunni, Jón Heiðar vinstra megin. Patti kallar Danna út. Jón, Patti, sækir á Atla. Finnur Dag í horninu. Atli mjög hraustur leikmaður. Atche, Jón Heiðar. Patti með skot sem Greta verið beint á hann. Keyra haukarnir hratt, Atli ber boltan. Adam, Tjörfi, Gunnar. Já, lína. Áki reyndi að forða sig frá þarna. Það er búið að dæma mikið af vítum á þetta eins og þeir eru uppáðu deildarinnar. Jón Heiðar Sigurðsson, sækir á Vigni Svafarsson, snúningsvinda. En Darri mættur í aðstoðun og brýtur Jóni. Steppi kallar á Jón Heiðar. Hvað gerðum við að spila? Jæja, herðu, nú verðum við að fara að fá mark. Menn er að skjóta svolítið svona núllta tempó og menn fá uppbygginu upp. Það er... Atse, brotið honum. Gríðarlega sterkur varnarmaður Darri Aronsson. Sonur Arons Kristjánssonar. Íþróttastjóri í Haukum. Ekki búinn að sjá henni í húsinu í dag, það er óvanalegt. Já, mætti henni fyrra, það er rétt. Já. Nú einfallega verðum við að fá mark. Nei. Darri með enn eitt brotna fríkastið. Hann er að spila mjög vel. Já. Finnst að við verðum að finna eitthvað línuspil líka að vanta svo leiðis. Hendi komin upp. Patrikur með skot og mark. Vel gert Patrikur Stefánsson. Snöggið tilbaka, drengir. Já. Þannig að ég er mikill aðdáandi að vera snöggið tilbaka. Menn eru lengi að stilla upp. Þannig koma. Patti og minn sýnist verið eitthvað vandræðagangur á vörninni. Nei. Svona. Já, þetta er komið núna. Menn með að vera aðeins snöggið tilbaka finnst mér samt. Jón var í langri skiptingu og vinstri skiptunni yfir í varnarskiptinguna við Daða. En þá ætla hann að koma á haukarnir. Tjörfi. Já. Þannig að við erum að vera niður á milli. Þannig já. Daði gegn Atla. Atli góður að skjóta í kontakt. Þetta hins vegar fór ekki á markið. Þetta var einhver leikmaður í Denvis meistari. Ég man ekki hver það var. Ég skal segja ykkur, hann heit Heimir Örn Andersson. Þetta er stórkostleg fræði. Þú ætti bara að bíða eftir fríkastinu. Já. Þá er þetta allt í orden. Og kemur línusendingin. Patti með Vigni í fanginu, þröngt færi og hann skorar. Já. Þetta var vantaði kraft þarna. Jón Heiðar, Atse með skotagólunni í varnarmúrin. Miðju blokkina. Við passa okkur við ekki óagaðir þó sem 7-2 undir. Koma KM-menn. Jón sækir á. Atse, andlit. Darri fyrir andlit hjá honum. Dolli ákveður að sleppa þessu. Ekki rétt ákvörðun að mínum mati. Koma KM-menn aftur. Jón Heiðar vinstra megin, Patti á miðjunni. Kallar inn Dag Gautarsson í innleysingu. Dagur hætti við. Jón Heiðar með einhverja glórulega sendingu beint á Adam. Og Gunnar, Áki brýtur honum nær ekki. Jú, Áki nær bara boltanum. Káa þannan. Nei. Þjálfarar Káa ósátti við að ekki fengi innkastið. Og leyfa Ramúnas og Kristjáni Sissa Halldórsson að heyra þeirra óánægju. Það er náttúrulega þegar gengur ítinn á vettinu þá falla dómarnir ekki með manni heldur. Og haukarnir stillu upp og geta náð hérna 6 marka fórustu. Káa aðeins búinn að skora 2 mörk á fyrstu 11 mínútunum. Tjörfi, dribblar fyrir hann vörn Káa manna fyrir upp í skot og yfir. Já, þetta var flott. Já, þetta er allt í lagi. Patti fær hann, Jón Heiðar, út í horn á Dag Gautarsson. Dagur byrjar stimplun, fyrir gegn mitt 1 og 2 skorar! 2 mínútur brottvísun. Já, 2 mínútur á Halldór Inga. Frábærlega vel gert. Þarna er frændi búinn að bæta upp einu varnarmistök, það var bara 1 eftir. Já. Þetta var virkilega vel gert. Þarna var áran í fyrsta skipti í leiknum. Þarna ætlaði hann sér í gegn, þarna var ekkert hik. Heldur betur. Þannig að hérna, þetta var ótrúlega mikilvægt. Við getum að fara í 8-2 undir. Já, kemur hann Brynjólfur, Snær Brynjólfsson í hægra hornið og þeir taka markmanninn af velli. Já.
Brynjólfur er hörkuleikmaður, mjög góður. Já. Nú þurfum við að standa vörnina. Haukarnir lengi að koma sér á stað. Þeir eru sniður. Nú það bara að mæta Adam, ekki spurning. Atli, Tjörvi. Sama kerfið, við förum í 4-2. Tjörvi leysir hérna. Eftir, þetta er flott vörn, ég rána með þetta, næsta hjálpa. Allt og lengi að hjálpa, drengir. Atli vill fá eitthvað meira fyrir síns nú þannig. Þarna vil ég að menn hjálpi. Já, erum að lenda maður á móti mann á mjög stóru plási. Já, það er ekkert mál, bara að menn stíða hans með, þá er þetta ekkert mál. Þá er það aftur Tjörvi. Adam Haukur fær hann síðan frá Atla og hann leysir inn á Brynjólfur. Já, hann verður veltan. Já, fín vörn Patta. Það er Vignir og Daði í hörku bara þennan á línunni. Mikil darra að dansa á línunni, Adam sækir á. Og Atli. Jésu, á. Gretari kominn í markið. Já. Frábær varsla Jóhann. Þetta er ljótt að segja, en Óli, 12 mínútur liðnar, ég myndi segja þetta var svolítið lykilsókn. Já, sammála því. Þetta er svona hvort við séum aðeins að komast inn í leikinn eða ekki. Það væri gott. Fá mark hérna yfirtölu. Við þekkjum kerfið, Jón hefði leysir inn. Atli fær tíma til að velja. Velur Patrik, inn á línu á Daniel. Þetta er fallega að spila. Daniel skorar. Virkilega vel gert. Frábær innkomi á Patta. Já. Hann er mjög öruggur á boltann og er að spila vel. Já, engin spurning. Gaman að sjá líka þetta yfirtölu kerfi okkar. Atli er frábærið þegar að fá tíma til að velja. Ekki spurning. Þetta er sama kerfi og við spilum í fyrra og Tarrikur var mjög góður í þessu leiki fyrra. Já. Þetta kemur alltaf kallinum, hann bara smá tíma til að trekka sig í gang. Engin spurning. Þá koma Haukarnir, engin í markinu, 8 sekúndur eftir að brottvísunni. Ég var til í að sjá menn núna aðeins loka fyrir þetta maður og mann. Já, Atli á móti Adam, klipping Brynjólf. Já, klipping aftur. Atli inn á frábær línusending hjá Atla, geggjuð sending. Reyndar frábær sending. Já, hann var stótt á 16 metri þegar sending kom. Samt sem áður á okkur að dekka línuna. Já, Atli, Jón Heiðar út í horni á Allan. Allan í gegn og nú ver Gretar á nýjan leik. Skot. Já. Fann að blóta ekki í K10-inu. Allan er ekki að finna fjöluna sín eins og hann fann að varma á. Nýju parketti þar. Nei. Sjáum hvað setur, en þeir eru búin að opna hornið tvísvar mjög vel fyrir hann. Já, við gætum verið komið í 8-6 sem á spáðinu því, sko. Þessi 2 góðu færi. Gretar góður hins vegar hann að. Hann er komið hvað? Gretar er komið með 5-6 bolta. Hann er komið með 6 bolta var það. Hann er komið 6 bolta, það er rosa mikið á 14 mínútum. Já. Og Tjörvi gegn Átja, opna fyrir Adam. Þetta er yfir. Svona skittur er ekki bestu hornamenn í heimi, það er nokkuð ljós. Nei, Guðmur Atchif, nú opnar Allan kemur í árás, milli 1 og 2, inn í teig, nei. Ekki svo gott. Sérðu, Óli, ég næ að hemja mig, ég mun ekki segja neitt. Nei, lefðu mér bara að sjá það. Þá koma þeir skipting, Allan Norberg út af, Daniel Griffin inn á í fyrst skipti í K-búning, gaman að sjá það. Já. Flottur strákur frá IBVF. Patrikur, Atje, Jón Herri inn að vinstra megin. Dagur Gautsson leysir inn, Patrikur, milli 1 og 2 með vinstri og skorar! Frábærlega gert hjá Patta. Nöggið tilbaka, snúa! Óluleg miðja en Dolly hleypur sér gegn. Kemur Tjörvi gegn Daniel Griffin. Já, hann sterkur varnarlega. Já, og kemur Ólafurinn úr horninu og lekur í markið. Þetta var ljótt, en það telur jafn mikið á hinn. Sammála Stefáni, hann er að skamma frændamenn í varnarleginum, hann er búinn að missa. Já, Jón er á Bamrúk, klippir inn Griffin. 6 færi í horninu þetta. Darri, Patrikur. Þarna var hann svo litið heppinn frændi, þetta er hinn frændi minn. Já, það er gott að það eru nokkri frændir hérna í liðinu. Frændir eru frændur bestir. Já, þetta er alveg magnað. Þetta var agalett að fá þetta marka á okkur endalífni í hægri horninu. Það var óefni. Patrikur stýrir sóknarleiknum, Dagur leysir inn, sama kerfi á þann. Patti, Áki með góðan tíma, finnur Daniel á línunni, guldspjald á Darra. Fyrir peysutók, tósaði Daniel hérna niður. Já, þetta var bara... Ósammála HB Statsins í líkopstopp með guldspjald. Ég veit það ekki. Ég er ekki HB Stats sérfræðingur. Nú var þetta til að fá eitt gott mark hjá Áka. Áki,
Patrik með skot að gólfinu, það var Nei, það var engin kraftur í þessu. Kemur löng sending en Atje mættur, frábært hjá Áka Egilsnes. Nú þurfum nefnilega fleiri menn að stíga upp heldur en Patti. Þetta er orðið bara einsmanns dæmi í sókn. Það mæði mikið á Patrik akkurat núna í sóknarleiknum. Sjáum hvort við fáum ekki eitthvað í gang núna hægra megin. Áki búinn að skora 1 mark. Þyrftum að fá línuspil eða hotni hérna vinstra megin. Dagur er búinn að leysa inn. Danni kemur út. Ég vil sjá maður mann núna, smá aksjón. Patti, fríkast, hnið á Darra og þetta lítur ekki vel út, þetta lítur mjög illa út. Hann kvenkar sér greið strákurinn, ég sá ekki hvað gerðist, en vonum svo innilega sé í lagi með hann. Hann er með hlíf á þessu hnið. Þetta lítur ekki vel út. Nei, lítur ekki vel út. Veit eða ekki hvað kom fyrir, eins og hann hafi bara fengið hnykk á hnið þetta greið. Já, akkurat. Og hann mjög þjáður sýnist mér. Þetta er nefnilega ungur og erfiðlegur, gríðarlega erfiðlegur varnarmaður. Þetta er ekki gott. Hann er búinn að nú þegar í leiknum eiga góðar 5 löglega stöðvanir. Já. Og 1 blokkarskot. Úff. Þetta virðist vera eitthvað alvarlegt í miður. Já, ég vona svo innilegan sé í lagi með hann. Svo okkar menn eru flott gæsla, sjáu þið, hérna er formaðurinn og allt saman, þetta er allt klárt. Hann hefur ekki ennþá verið látinn rétt úr hnénu. Ég sem maður sem er nýbúinn að slíta krossbönd er vorkenni stráknum og vonum að þetta sé ekki það. 7.13 þá sleit ég aldrei krossbönd á minnum 20 eitthvað ára ferli. Nei, ég veit ekki hvernig það er, Óli, þú segir til, er þetta ekki agalegt? Þetta er sársaukið og einmitt þetta að þú getur ekki, læsist ef að liðþóðum klemmist á milli, þá læsistu með löppina einmitt og hann er ekki með hana rétta og þeir eru að reyna að láta hann rétt úr löppinni. Já. En hann er mjög þjáður, kallgreið. Darri er borinn hérna að velli og við sendum á hann bestu batakveður og allt húsið klappa fyrir honum. Já. Þetta var bara slys, þetta var engum að kenna. Nei. Þá kemur Ólafur inn hérna. Hann er sterkur varnarmaður síðan ég er með Ásgeir Örn á bekknum. Já. Aldeilis. Ágætt að hafa hann á bekknum. Ágætt að hafa hann sem varnarmann. En KA-menn verða, okkar menn verða hérna, sóknarleikurinn er ekki góður. Þetta er það vantar smá trú og menn þurfa meiri flota boltan og það verður að koma smá kraftur í þetta. Andri Snær Stefánsson er komin inn í vinstra hornið. Já. Fyrirliðinn, Atje, Patrikur, Jón. Reynir að snúa Brynjólf og klippir hann andra. Boltan áfram. Boltinn í flotti núna. Áki, hætti við að fara í gegn. Patrikur, Andri, en Brynjólf kemst inn í. Nú verðum við að fá mark á Áka. Já. Ég veit að hann mun skjóta, það kemur ekki orð. Jón, Danni, hendi fyrir að koma upp. Áki, Atli lendir aftan í honum. Patrikur, með skot á gólfinu sem Greta les svo ver. Já, ég veit ekki hvað þeir flautu ekki fríkast eða brotið Áka, en heldur bara leikinn halda áfram. Stefán ræði við Kristján Halldórsson og Jonni við Ramúnas. Það er spurning hvort það ekki er alltaf ræði við Dolla og ég láta reyna það hérna. Ákoma Haukendurinn geta náð 5 marka fórustu. Staðan er 9-5, Haukum við vil, 17 mínútur búin að leiknum. Það er Ólafur og Atli, Daniel brýtur honum, vel gert hjá Danna. Fær spjald, ok, allt í lagi. Sama, ég myndi vilja sjá að standa betur á hægri leiðina hjá Atla, hann fer svolítið mikið í þá átt. Já, erfitt að stoppa Atla henni að koma að ferðina. Já, það er gríðarlega erfitt, þetta er 100 kg massi. Já, kemur Tjörfi, Atli, Daniel gegn honum, Atli fær skot, Jón hefði verið þetta skot. Atli baráttur ennþá, finnur Brynjól í hotinu, hætti það að fara inn. Vel gert hjá strákunum okkar að halda þessu núna. Tjörfi. Lína, laus. Atli sækir á Danna með skott sem varið, ekki dæmt. Þetta er vel dæmt. Já, og þeir eru 2 frammi á KA-mönnum. Þar á meðal Daniel Griffin. Heyrðu! Dolli og Ramónus eru búin að stoppa leikinn.
Máli að hérna ástæðan fyrir að við viljum ekki að markmenn séu þarna, en þetta var alls ekki mikið. Nei, en þeir mega þetta ekki. Eins og ég segi, ég ætla bara að leyfa dómarum að dæma þetta. Já, en skýrt í reglunum að markmenni megi ekki hindra sóknum en ræðaplöpi, þá er rautt spjald. Mér sýnist þeir vera að ræða hvort að markmaðurinn eigi hann hreinlega eða hvað sé í gangi. Já, ég held það. Já, KM ósáttur við þessa niðurstöðu. Húsi baular. Þá koma Haukar í sókn, geta aftur á 5 marka fórustu. Ég held að þetta verði bara til að kveiki KM-unum. Já, ég ætla að vona það. Við erum flottir í mótlæti, flottir í smá karakter. Þá koma þær Ólafur. Einar Birgir kominn inn á. Já, hann er í baráttu og þetta er bara... Ekkert á þetta. Nei, þarna hefur sennilega Dolli. Mjög ánægður að hans er kominn inn á, Einar Birgir. Áki, Patrikur, út í hotnið á Andra Snæsi fyrir gegn og Gretar Ver, Griffinnar frákastinu og ekki dæmd lágan lína. Jöfullinn, við verðum að skora úr svo færum. Þetta gengur ekki svona Bolti kastað út af. Griffin farur fram. Já. Alla leiðir ykkur. Daniel Griffin. Fyrsta marki fyrir KA. Já! Daniel Griffin skora sitt fyrsta mark fyrir KA. 9-6. Og nú er það bara kveiki í húsinu. Þetta var virkilega vel gert hjá Griffin. Hann hoppaði og beið hann til að hann bara var kominn með dauðafæri bara og gat ekki hann að skora. Já. Já, það er komið stemning í húsið. Það er að koma stemning í húsið. Það er vel mætt, við erum búin að gleyma að tala um það. Já, eins og svo oft áður er frábælega mætt í KM-lið. Klukkan er núna ára hálf 9 á sunnudagskvöldi, þannig að þetta er bara virkilega flott. Leysir Brynjólfur inn, reittur. Nei, þetta er flott. Já, Adam í ykkur vandræðum hann. Þetta er flott. Tjörfi, Adam. KA er mjög aggressífur í vörðuna, Vignir. Ólafur, ekki neitt. Hann þarf að ná frákastinu samt. Jæja, Haukar ná frákastinu, Brynjólfur sækir Einar. Adam Haukur. Þetta er flott vörð, næsti patti. Já, þetta er flott vörð. Tjörfi. Línan. Adam. Tjörfi. Tvær sendingar komnar. Tjörfi með frábært mark. 10-6. Þetta var virkilega gert til Tjörfa. Já. Kemur ekki orð að handtakja skarið í svona momentum. Þá kemur Tarik inn á aftur. Já, nú kemur Tarik, hann verður bara að spila sig hans í gegnum þetta. Hann má ekki skjóta strax. Nei. Einarinn á línu, Patrikur setur upp í kerfi, Jónas sestur á bekkinn. Já. Og var bara það smá áraunni, það er 9 mínútur. Tarik, klippir, nei, hætti við. Já, flott. Áki, sækir á Alla. Halló. Alli tekur hann á hnið. Halló. Og Vító 2, já. Já. 2 mínútur á Gunnar Hlinsson. Og þá kemur Andri Sigmarsson Sjöfing. Hann er víta banni mikill. Já. Það er mjög gott að vera handboltamarkmaður og koma barinn á vítum, en ekki pressa. Það er ekki mikið pressa, en hann varði, ég myndi gískulega næstflest í fyrra, það ekki rétt í maður? Jú, hann er góðu vítamarkmaður. Eftir Kukapat. Sjáum hvað hann gerir, Ákjallar á línuna. Já. KA-menn fá annað skipti í leiknum síðan yfirtölu. Einum færri, einum fleiri. Atjeb. Vippar í slána. Áki Eirsnes verður að rífa hausinn upp úr kassan núna. Já. 21,5 mínúta búinn að fyrri hálfleik. Staðan 6-10 Haukum í vil. Þeir eru ekki að ná að slíta KA-liði frá sér, en KA-menn að fara illa með góð færi. Já, þetta var agalegt. Jú, það er alltaf hægt að segja. Vippa og ekki vippa, en... Nei. Ég reikna með Andri snertaki næsta viti. Þetta er flott vörð. Já, flott vörð hjá Daniel og góð hjálp að það. Daniel að koma sterkur inn hann í varnarleikinn. Frábær varnarmaður. Frábær varnarmaður. Er mjög lítið að missa maður um hann. Já. Ólafur, Adam. Góð finta hjá Adam. Áki, boltinn laus. Nei, Atli fær hann aftur og Jóhann ver. Og nú er að spurning hvernig frákasti. Enginn. Peldur Jóhann. Hann dæma lítið núna, þeir dæma lítið félagarnir, það er bara flott. Þeir eru örugglega ennþá að hugsa rauðaspjaldið á hann, frábær sending að Patta. Og hann vippar núna og skorar Einar Birgir Stefánsson. 10-7. Tíminn stopp og það þarf að skúra eftir Vigni og baráttuna hann í tegnum að hann.
Kemur Andri út af. Vignir var ekki sáttur, það var búinn að grípa boltan. Nei, ég skil hann. Heimir, nú eru 2 dómar hérna okkar megin búinn að falla með okkur eftir að við köllum eftir rauðspjaldinu á hann. Þú ert að reyna að blata með að ræða dómgæstóli. Sorry. Það verður ekki gert. Nei. Þeir eru bara búin að dæma þetta fínt og hérna eins og í fyrra þá var dómgæslan bara mjög góð í úrvalsdeildinni. Ég held að hérna... Hún var ennþá betri í ár, Nei, þjálfarar töluðu það að þeir voru bara mjög sáttið í dómgæslunni fyrra og ég sem leikmaður var sammála því. Þetta var bara fínt. Já, en Haukarnir eru komin á stað og það er kominn leikmaður nr. 20, Jason Guðnason inn á línuna. Stór strákur, djúvill eigaði mikið sem stóru strákur maður. Já, það er eitthvað í vatninu þarna í Hafnarfirðinum. Já, þá kemur Ólafur, klippir inn Tjörvi, sirkusending og Brynjar lína. En Jóhann varði, ég vil alltaf gefa Jóhann varinn skot fyrir þetta. Nei, segir tölfræðimála fulltrúi K.A. Hann neitar að gefa Jóhanni varinn skot fyrir þetta. En okkar maður Steppa á K.A. TV gefur Jóhanni vonandi varinn bolta fyrir hennan. Nei, þetta er vist ekki varinn bolti en... Nei, við markmennir stöndum alltaf saman. Svona svipað á því dómararnir. Hárrétt. Ásgeir Örn er væntanlega pínumeiddur. Hann er ekki líklegur til að koma inn á sig mér. Hann situr þarna bara mjög slagur. Eini ennþá uppbytunardreifinu sinni. Já. Hann er væntanlega bara peppari. Já. Þá kemur yfirtölukerfið, Atse út í hotna á Dag Gautason, hætti við að fara inn. Jón hefði leysið þá út, fær hann aftur, sama kerfi. Atse upp. Patrikur. Út í hotna á Griffin í gegn og skorar! Þetta er frábær innkoma hjá Griffin. Vantar ekki sjálfströsti á Griffin, vel gert. Já, þið kallinn. Já. Einfallega og tekur Gunnar Magnússon Reykjær. Mjög góður kafli hjá okkar mönnum núna. Það verður að segja sem er að það er frábært fyrir K.A. staðan sem 10-8 meðan við fyrstu mínútuna þá leit þetta ekki svona vel út en hérna, þetta er leikur. Þetta er nefnilega leikur. Ég ætla að renna við markahæstu menn. Hjá K.A. er Patrikur Stefánsson og Daniel Griffin markahæstu með 2 mörk. Þeir aðrir sem hafa skorað eru Einar Birgir Stefánsson, Daniel Mattíasson, Áki Egilstes og Dagur Gautsson allir með 1 mark. Hjá Haukum eru þeir Adam Haukur, Halldór og Vignir og Ólafur allir með 2 mörk. Atli Már og Tjörvi með 1 mark hvor. Varinn skot samkvæmt HB Stats. Gretar Ari er með 9 varinn skot og Jóhann Kukubat 7. Já, það er greinlega sjúkara bild að ná í Darra. Það er verið að hleypa honum hérna út neyðarútganginn að norðan. Þetta er greinlega því miður eitthvað alvarlegt, hann er væntanlega slitið krossband. Já, ég ætla að vona að þetta sé bara liðþófi. Það styttir í recovery tíma að liðþófa. Þetta er 77 sem þarf að færast strax. Já, það er einhver bíl fyrir. Einhver bíl fyrir sjúkrabílnum. Hvít Kia. Stefán Guðnason sækir sér gult spjald á bekkinn. Nú verða þeir félagar mínir að fara að stoppa, annars það bara 2 mínútur á bekkinn. Já. Það er ekki gott. Einar Pétur er kominn inn í vinstra hornið á Haukunum. Já, Stefán verður nú að fara að stoppa núna. Já. Dolli nennir ekki að hlusta á þetta. Nei. Adam. Atli með góða fintu þarna og Jóhann ver! Frábær varsla hjá Jóhann. Snabbt gera snúa. Innkast sem Haukarnir eiga. Heppnir Haukarnir þannig. Momentum með K.A.-mönnum. Já, hann Atli er búinn að klúra núna mikið, svona smá kontakt, fær ekki fríkosti sín, en hann er alltaf að trukka sig í gegn. Já, kemur Atli, gegn staða. Og aftur maður og menn að ná, hérna, já, þetta er betra. Löngu búinn með skrefin, já. Þetta er betra. Gott hjá Daða Jónssoni. Varnar Buff. Jason inn á línunni. Menn eru fannar að kalla eftir. Hendin upp. Leysir hann inn. Já, leysir línan er frí. Atli, Ólafur. Þetta er fín. Já, og bolti laust. Já, þetta er bara magnað. Já. Við vorum ekki nógu snöggir. Allt annað varnarleikur núna á K.A.-mönnum. Já, K.A.-menn er ekki nógu snöggir áttar sig þarna á möguleikanum hraðahlaupi. Mér finnst innkominu og Einar Birgi vera frábær í vörðinni. Allir sem hafa komið inn á Heimir eru búin að vera góðir. Það er sammála því. Það er gott að eiga breytt. Það var að Atsi á miðunni. Innkoma þessa leiks er Griffin hingað til. Já. Það koma þér Patrikur hægra megin, Áki á miðunni. Tarik, Einar kemur út. Nú var ég til í að sjá menn sækja á nýja stóra þristinn. Atsi með skot framhjá fær fríkast og Gunnar Magnússon trompast. Gunnar er gríðarlega ósáttur við þessi ákvörðun hjá Dolla.
Já, spurning með... Tvöfaldar sénsinn, þeir eru búin að vera svolítið að flauta þetta hinum megin, ég skal bara segja þetta Heimir, þeir eru búin að vera að flauta ekki fríkust hinum megin núna upp á síðkastið. Allavegna, við káum ekki að með þessu. Einar Birgir, sama kerfi. Tarik, sækir á, Patrekur. Sjá menn sækja á, Atli fær 2 mínútna brottvísun fyrir þetta. 3. brottvísun á Hauka í leiknum, á meðan við káum en höfum ekki fengið neina. Atli fer bara rólega út á, hann bara að hvíla sig. Skynsamlega gert hjá honum. Atli búinn að spila alla mínútur í þessum leik. Sérðu, þetta er bara flott hjá honum. Þá kemur Jón Heiðar inn á og við förum í yfirtölukerfið okkar með Patrik í vinstri. Það er búið að ganga mjög vel. Já. Herði, við getum íkað 1 mark. Heldur betur. Þá koma sjúkraliðarnir inn í húsið. Spurning hvort þau eru að gera eitthvað hlé á leiknum eða þeir aðtapna sig. Góð spurning, það er reyndar 4,5 mínútur eftir, þannig að hérna... Við sjá hvað gerist. Jæja. Siguróli, við viljum marka það ekki? Við viljum mark, gult mark. Já. Jón Heiðar leysir inn. Hérna, hann vantar... Býtum, það er að stoppa tíminn. Já, hleypa mönnunum henni gegn. Já, hárrétt. Spurning hvort þið geta gert þetta á þann bara, en allt í lagi. Sérðu, hann Atli Ragnarsson er að standa sér frábærlega þessi gæslumaður. Ekki bara gæslumaður, hann ábæður með leiks. Hann er ábæður með leiks. Já. Ég hef sjaldan séð svona framistöðu sem ábæður með leiks. Nei, Heimir, ég ætla að keyra mér smá Aminó. Já, flott hjá þér. Það ger ég ekki á kvöldin eftir klukkan 8, Óli. Já, koma káamenn. Haukarnir vita nákvæmlega hvað er að fara að gerast, það er bara spurning hvort þið geti varist í. Já, ég var til í að fá línu. Patrekur, frábær finta hjá Patta. Nei, þetta er ekki gott, Jón leysir út. Þyrfti að koma ein línusending. Hannar! Áki er komin í gang. Áki Egilsnes með frábært mark. Hann lætur ekki bjóða sig þetta færi tvisvar. 10-9, 25 mínútur og 47 sekúndur búnar að byrja á leik. Nú er góð vörn framundan. Haukarnir taka Gretar úr markinu og stilla upp í sóknarleik 6-6, 1 mínútur og 15 sekúndur eftir að brottvísuninni. Hvað gera Haukarnir núna? Hefur gengið mjög illa hefum að skora síðan í stöðunni 10-5 fyrir þeim. Já, þetta er... Ekki búin að skora mark í 5 mínútur og 40 sekúndur. Þetta riðlar líka breytinni, hann er fín sóknarmann Darri, þeir eru búin að missa bæði, einn til besta varnarmann og... Já, þetta er frábær vörn hjá Daniel, nær að stoppa boltan, stoppa hendina á Tjörva. Alveg ótrúlega sterkur varnarmaður. Já, áfram halda Haukarnir í sók. Þarna, þetta er vel spilað. Tjörvi hætti við þetta næstu. Já, nær að koma á Brynjól, Dagur eftir að halda yfir. Þarna Dagur klár, ég vil sjá mætt úti. Ólafur sleppur laus en Jóvan les þetta svo opna bók. Þá kemur Áki, hröðsókn, 2 línur, Áki upp og skorar! Og jafna leikinn! Frábært mark hjá Áka Egilsnes! Já, káamenn búin að jafna leikinn! Viðsnúningur. Og stemmingin heldur betur að lifna við í húsinu. Og ég sé hvað Gunnar Magnússon er fann að naga sér neglurnar á bekknum í Haukunum. Já, nú er hann byrjar að kvarta, þetta er búið að snúast. Þetta er heldur betur búið að snúast. Nú eru Haukarnir pirraður yfir öllu. Tjörvi sækir á Daði. Þetta er flott vörn, næsti. Já, láta hann vera bara. Þetta er flott, Daniel er búinn að vera alveg gríðarlega sterkur í vörninni. Já, Ólafur hérna með, það er spurning hvort það sé með eitthvað skurð þarna undir þessu sárabindi. Hann er búinn að vera svona síðan í uppbytun allavega. Sem gamall varnarmaður þá finnst mér unun að horfa á Griffin og Daði er búinn að vera frábær líka. Heldur betur. Tjörvi. Þeir eru búinn að loka þessu, hann er maður og mann. Adam, nú þarf að reyna að koma Adam aftur í leikinn. Ólafur. Tjörvi, sendingarnir eru ekki nákvæmar hjá núna. Við erum að fá hendinu upp. Og þeir missa boltan út af Adam, einbeitingarleysi í honum. Patrekur, Jóvan. Jóvan er bara að drífa sig í markið. Áki sækir á, klippurinn Daniel. Spilaðu, ekki skjóta. Daniel, Patrekur. Róleg. Flott. Á skipti Daði við Tarik. Hrifin að þessu, ég vil ekki taka einhverja 50-50 bullsjans að þeir menn eru nýbúin að jafna. 2 mínútur eftir að fyrri áleik. Ég vil núna sjá Tarik koma upp í þetta og fá 2 menn í sig og síðan neglir Ákitinn. Ég hef trú á því. Þá kemur Daniel Griffin í leysinguna og Einar Birgir kemur síðan út og fær hann frá Áka. Serðu, nú ætla ég að giska rétt. Serðu, nú kemur hann, var 2 í sig. Sendir. Patrekur. Skref, já, hárrétt. Ég má ekki tjá. Það var að taka þetta rétt stað. Já. Óöfni. Þetta var tipp, svo kallar. Já. Tjörvi sækir á Patta, inn á Vigni, Elína!
Já, dæmd lína. Dæmdi lína. Jason stóð á línu, langur bolti. Jóvan með erfiða sendingu. Allt í lagi. Allt í Menn lagi. eru lengi að snúa hérna, halló. Já. Það þýr ekki að svekkja svo sem sendingu í hálftíma, sko. Nei. Bara áfram gakk. Áfram gakk. Það verið helviti gott að komast yfir í fyrirháleik. 1 mínúta og 10 sekundur eftir að fyrri hálfleik. Atli, Á sækir á. næsti. Já, flott. Ólafur, gott Dagur Gautason, frábær vörn. Bara Ólafur Ægir heppinn og fríkast þarna. Hann bara tók ykkur að bullsendingu. Adam, Tjörver í kvíld núna, Atli vinstra megin, Adam á miðunni. Ég held að Haukarnir séu með 1 mark. Já, hann kom markið. Já, þetta getur strákurinn djöfullina fastur. Þá eru 45 sekundir eftir að fyrri hálfleik. Hvað gera? Jæja, nú var í gríðarlega mikilvægt að fá mark hjá stóra mannum. Já. Það eru ekki sammála það, Óli? Jó, við erum hjartalega saman á það. Spilum við sama kerfið, nú megum við alls ekki skjóta á snemma. Já, Fyrstu þetta er mark. Áki. Þá til lagi. Já. Nú þurfum við bara að standa vörnina, 15 sekundur. Haukarnir sækja. Já. Ólafur, Adam, Brynjólfur leysir inn. Leysir, þú eru bara elda, Dagur. Þeir lenda aftan í Atla. Og hvað? tærmíntur á Griffin væntanlega. Já, hann mist hann. Já. Hann má ekki hrósa mikið. Nei, fyrsta brottvísun okkar leiknum, hann misti hann Atla og lendi aftan í honum. Já. Ramúnas var þar við það að flauta mark samt, en Dolly benti honum á að það var komin skref. Það eru 9 sekundur eftir og það væri geggjað að fá að klára þessa vörn, standa þetta í 9 sekundur. Sjá hvað gerist, Jason á línunni á Haukum. Atli, kemur beint í árás. Tjörvi upp, Ólafur. Vel varið. 2, 1 og hálfleikur á. Frábærlega vel varið hjá Jóvan. Jóvan búinn að koma sterkur inn hérna eftir að líða frá hálfleikinn. Já, sammála því. Já, en aftur á móti Heimir, eitt sem að ég sem mikill handboltaáhugamaður hjó eftir. Þetta er nákvæmlega sama kerfi og afturölding fór í hvað eftir annað í yfirtölunni að fara hérna inn hægra megin. Þetta var mun verra færi. Já, þetta var þrengra færi en Birkir skoraði 10 og 10 samt. Hinn færin voru nú bara inn á mitt markið. Já. Allavega við skulum fara yfir tölfræðina. Þar er markahæstur á KA með 4 mörk, Áki Eilsnes, Patrikur og Daniel með 2. Dagur, Daniel Mattíasson og Einar Birgir með 1 mark hver. Jóvan með 9 skot varið, næstu í 50 varsla hjá Jóvanni eftir rólega byrjun. Já. Frábær innkoma hjá Jóvanni svona þegar liða að tóka hálfleikinn. Sjáum Haukana. Hjá Haukum er Adam Haukur Bannbrúk, markahæstur með 3 mörk, Halldór Ingi, Vignir og Ólafur með 2 mörk hver. Tjörvi, Atli með 1 hvor og Gretar er einnig með 9 bolta varða. Gretar byrjaði leikinn alltaf bara á 5 vörðum í röð en hefur síðan aðeins. Hann varði 6 skot fyrstu 10 mínútur Já. Fáum að sjá hvernig mörkin skiptast. Já, þetta er, sko, ég vil bara segja það, ég er mjög ánægður með mína menn, virkuðu stressaðir í byrjun, þetta var svona lítil trú en sem eitthvað smá mótlæti og hann bara kveikti mönnum, hann umdeildi dómar eða eitthvað, stundu hjálpar bara liðum, skilur þú, menn verða pirraðir Akkurat, þetta kveikti bara í okkur. Já. Sjáum að Haukar eru með markaþurfið upp á næstu 9 mínútur í fyrri hálfleik. Já, það er svoleiðis. Já, bæði liðin 40% vörslu, Haukar búin að vera 6 mínútur út að KA aðeins 2. Þannig að þetta er bara nokkuð jafnt, Haukar náttúrulega búin að vera í fórust allan leikinn. Já. Og við sjáum hérna síðan hvernig mörkin skiptast milli hraðar hlaupa í einum fleiri og færri. KA er búin að skora 4 mörk í yfirtölu sem er mjög gott. Haukar er ekki ennþá skoraður í yfirtölu en þeir byrja seinni hálfleikinn í yfirtölu. Já, þeir byrja seinni hálfleikinn. Já. Þeir fengur þetta gott færi hérna, en hann Jóhann varði. Akkurat, og þá hefur við bara tímalínun eftir. Þetta er allt saman ótrúlega grafík hérna hjá Stefáni. Já, þetta er náttúrulega bara lýgilegt að við séum hérna í KA TV, ekki bara á BBC eða Eurosport. Þetta er Tímalína komin inn, sjáum að Haukarnir byrja þetta töluvert betur, KA skora bara 2 mörk fyrst 10 mínútur, en síðan kveiknaði heldur betur okkar mönnum og staðan 11-11 í hálfleik. Við erum að tala um að eftir 10 mínútur staðan 7-2 og við vorum ekki líklegir til afreka en Akkurat. Síðan kom smá kapli og þar komu Patti og Daniel Griffin frábærlega sterkir inn. Ég og Heimir ætlum að fá okkur smá kaffi og Steppi sinna líka og við sjáumst að vörmu spori. Roger!
Já, verið velkomin aftur að viðtækjunum áhorfendur góðir. Síðara hálfleikurinn það bil að hefjast. Og við á KA-TV erum klárir. Smá uppfærsla, Darri Aronsson var fluttur innan við með sjúkrabíl í hálfleik. Og honum líður ekki vel í löppinni. Nei. Hann er hérna frekar kvalinn. Og við sendum aftur honum okkar bestu kveðjur. Og vonum hann verið snöggur að ná sér aftur. Mikil missir af honum að handboltavellinum, flottur strákur. Ja, mjög flottur og hörku varnarmaður og hérna vonandi kemur hann fljótt aftur. Já, sjáum að KA-menn byrja í sókn. Jóhann byrjar þar alveg út af því að við erum einu færi næstu mínútuna og 50 sekúndunar. Og KA-menn geta komist inn á yfir í fiskið til leiknum og sjá hverju komir inn á í tvistin hægra megin. Það er Ásgeir Hallgrímsson. Hann er klár. Það er svoleiðis. Vignir var að biðja hann 2 mínútur og margir inn á. Hann fattaði ekki að vera hægt að skipta markmennum út af. Allan Norberg er komin aftur í hægra horni. Tarik. Smá ellimerki í honum. Já, Patrikur, Járás, kastar honum, fær skref á sig, ég hef bara dæmt fríkast en allt í lagi. Rangur staður sem allir tók þetta á og við þurfum að koma tilbaka, við náðum skiptingunni. Þetta vantaði kraft í þetta. Já, þetta var Patti beigil eftir að þeir myndu flauta fríkastið en það kom aldrei. Þannig að nú koma haukarnir einum fleiri. Og þeir geta náð einsmarks fórustu. Atli, Tjörfi. Áki missir honum en nær að koma tilbaka. Góð redding. Ágætt að redda. 2 línur hjá haukunum. Tjörfi fær tíman til að velja hérna. Tjörfi, Atli inn á línu. Frábær vörð hjá danska. Hinum með. Og skorar nú, drengur. Norberg getur komið K yfir. Gerir það! Allan Norberg kemur K yfir. Fyrsta skipt í leiknum. Að short hand er góð. Einu færri. Frábær vörð hjá Einari Birgi. Geggjuð vörð hjá danska. Og þá koma haukarnir, Vignir út. Þannig að færi svo langt yfir, hann var að passa sig, láti ekki veiða sig. Tjörfi út í vinstra horni, hann hætti við að fara inn að Þetta er flott, þetta er erfið sending. Einar er komin hérna. Já, Atli, Tjörfi, upp í loft, yfir á Atla. Virkilega góð vörð. Alla nálægt því að stela nú. Verja þetta bara. Nei, þetta er vel klárað. Einar Pétur skorar, 12-12. Þetta var vel klárað hjá Einari. Virkilega hraustur drengur. Já. Saman að því, Siguróli. Engin spurning. Æja, Patti nú, hann verður að halda áfram að vera ákveðinn, hann er svona pínu dalað. Hann var geggjaður hérna til að byrja með. Já, það eru jæmt í liðum. Tarik, Áki, Patti. Leysu inn á línu. Allan örgulega einn lélegasti línumæður landsins. Tarik, Patti, sér eitthvað. Flott spil, sækjá, það var að sækjá. Áki með skott sem hann leggur í markið. 13-12. Snúa Einar, serðu hann er lengi að snúa. Það var Daði sem mætir út, mætir Adam, Tjörfi, hættir við og róa niður en hann kemur eins og leysing. Hann leysir úr hótninu, vel brotið. Virkilega góð vörn, Áki Elsnes, hann er búinn að bæta sig mjög mikið varnarlega. Engin spurning. Þetta er hérna frábær, hann kom inn fyrst, þá gaf hann ekki staðið vörn fyrir lífsitt en nú er hann bara mjög frambarlegu varnarmaður. Já. Flott hjá honum, vel gert. Jæja, við leiðum 13-12, okkur líður vel yfir. Já. Tjörfi, upp. Atla þarf að fara að sækja yfir. Þetta er erfitt með réttendamann að klippa hann svona inn. Þetta er Einar stelur boltanum. Áki, Einar! Skottinn Dagur var dauðafrýr hérna við liðina á. Allt í lagi, á koma haukarnir hratt, Einar er sent tilbaka. Adam Haukur upp út í hornið, vel gert. Og annar skorar, Brynjólfur Snær. Áki Egilsnes, þetta var ótrúlega skrítið með hans sendingar getu. Já, hann hafði eiginlega klikkað. Já, hárrétt. 13-13, hefði verið tilvalið tækifæri til að komast 2 yfir. En við hins vegar fáum mark í bakið og staðan í upp 13-13. Þarna sáu reyndar veikleika Adam Bamrúk, þetta var ekki góð línusending hjá honum áðan. Nei, Tarik upp og Gretar ver. Tarik er ekki búinn að finna fjöluna sinni í dag. Nei, langt í frá. Óætt að segja það. Já, Atli, út í hornið á Einar. Einar inn á miðuna, búmiskrefin, fríkast. Þetta hefði þurft að vera mark þarna. Þetta er bara beint á markið. Sjáum að Steppi er að sérst hjá Tarik og er að hvetja hana fram. Já. Við þurfum meira frá honum. Það þýðir ekkert að gefast upp. Það er bara að halda áfram. Þetta er skitta, hann verður að skjóta. Hárrétt. Koma þeir, allir stýrir spilinu. Tjörfi hægra megin. Vigni kemur út,
Það er mörg lið að spila þetta kerfi, þetta er nýja tískukerfi í ár. Já, Allan gegn Atla, Atli þungur með kílón á hann. Bolti gengur vel og hessir út af. Patrikur sér Allan, Allan fremstur. Skoraðu. Skor! 14-13. Patrikur. Patrikur verður svo leikstjórnandi í NFL-ana. Skal viðurkenna það, ég var mjög stressað fyrir þessa sendingu. Já, og kemur aftur sendingin á Atla, Atli út í hornið. Þetta er flott vörn, þetta er flott vörn. Flottur Patrikur. Já, flott hjá frændunum hann, Dagur og Patrikur. Frábæra frændur. Þetta verður, ég hef trú á því að þetta verði svona núna út leiktíma næstu 25 mínútur. Þetta verður bara 1 mark. Já. Báðum inn. Ég held ég bara sem sammálaður heiminn. Þá kemur Tjörvi með frábæra sendingu, Einar má ekki fá 2 mínútur þarna. Þetta eru 2 mínútur. Já, hárrétt. Hann hékk og lengi. Þessi fáu skið sem við tjáum í dómgæslu, það verður eitthvað sem er mjög augljóst. Þetta eru 2 mínútur. Einar einhvern veginn hékk í sko rassinum á honum einhvern veginn. Þetta var... Vignir náði samt einhvern veginn að koma skot á markið. Þetta var vel gert Vignir, það var ég á það. Fer Ólafur Ægir á vítapunktinn og getur jafnað leikinn. Herðu, nú var ég frábært á vörslu. Já, eitt vítaskot. Hvað gerir Ólafur, Jóhann til varnar, skorar fyrsta tempó. Þetta var virkilega gott vítakast. Já, tippa á að Svabbi kom inn á næsta. Já. Kemur Jóhann út af. Daniel kemur inn á línu. Einar Birgir með 2 mínútna hvíld. Það að vona að Einar komið aftur inn og hann er búinn að standa sig mjög vel. Já. Já, þetta nýja kerfið sem við tala um, þetta hann leys síðan hornin inn og síðan í Kæró einhvern veginn, ekki? Já, það kemur alltaf 1 tískukerfi á hverju ári. Já, og þetta er það. Patrikur með mikið plás. Já, frábælega gert. Já. Nú vilja menn snúi. Já, vel gert, góðar skiptingar í okkar mönnum. Þannig að Danni þristur. Já, Daði þristur. Flott á skiptið nú, held ég þetta verið betra. Mínútu og 10 sekúndur eftir að brottvísinu, spurning hvort að Daði og Danni myndi alltaf skipta eins og þú segir. Nei, þetta er alltaf lagi. Nei, Danni er vandan um vaxinn, fyrir miðri vörninni. Vignir, Tjörvi, Adam, 2 línur í haugkonum, en Allan stelur boltanum eða hvað? Nei, það gerir enginn. Einar, Adam, upp, Daði, frábær vörn hjá Daða Jónssoni. Þetta var glæslega gert hjá Allan, hann náði einhvern veginn að moka boltanum hann af línumönnum. Já. Ég er mjög ánægður með baráttan í okkar mönnum, vonandi skila þetta 1 eða 2 stigum. Engin spurning, menn að leggja sér alla fram. Jæja, nú kemur Bamrúk og hann skýtur núna markið. Nei, Tjörvi. hann er eitthvað smeykur hann Bamrúk sem er mjög gott. Brjótt Allan. Allan nær að brjóta. Hálf mínútu eftir að brottvísunni. Já, þetta var óvart. Já. Flæktist þarna í gullfallegri og vel saumari hömmeldreifinni. Ef ég ætti að leggja pening undir, þá sleppa. Jú. Vítakast, Jason fær þetta víti. Kóngurinn að koma inn á. Já, Svabbi kóngur. Þetta var held ég bara pína áki, heppin pína að fá ekki 2 mínútna brottvísun. Þetta var tæft en þeir slepptu svo sem. Þannig að víti hárréttur dómur. Herðu, nú er einhver byrjungur, eitthvað. Já, þeir lét hann ekki vita markmannskiptingunni. Brottvísunin kláraðist. Fullt jafnt í liðum. Klókt hjá Svabba kóngnum. Já. Þá var það Ólafur Ægir gegn Svavari. Hvað gerir Svavar Ingi Sigmundsson? Ólafur, 3 mörk og 3 skotum á vítalínunni. Fór í gegnum fótina sann það. Já. Er það hægt samt ólega? Nei, það er ekki. Nei, það er ekki hægt. Þá eru skiptingarnir að koma að sjá. Já, ég vil að menn vandi sér skiptingur. Ég nenni ekki eitthvað klaufulega 2 eitthvað. Nei. Þetta er erfitt en það þarf að heimila á þessu. Já. Þá koma þeir, leysir Allan inn, fáum tískukerfið Heimir. Já, þetta er frækt kerfi. Þetta er endar ekki það. Nei. Já. Tarik, Vanda sig. Patti. Fyrir þarna. Það kemur skotagólfinu sem Gretar Ver, Einar í frákastinu, brottir á honum. Já. Dolli dæmi fríkast, hárréttur dómur. Þeir hanga aftan í Einari. Hárréttur dómur. Þó að Vigni sé ósammála mér. Ég er líka oft ósammála Vigni. Það voru svona eiginlega bara allir að hanga í öllum. Þetta var svona, voru allir að kvarta og það var hægt að dæma hvað sem er. Já, stundum verður ekki allir ánægðir með dómarann. Þá koma þeir. Þetta er magnað, svona átt að vera. Tarik, Patti. Mikil aksjón. Áki, Patti. Pínu mikið svona erfið skot. Já, út í hornið á Allan, þessi bara út af. Já. Erfitt þarna, sending með hægri frá Áka. Óþarfi. Já, mér finnst þetta, já. Haukar geta komist yfir. KM er búinn að leiða seinni hálfleikinn. Það var léleg sókn, sorry. Það var ekki góð.
Koma Haukarnir, Tjörvi á miðinni, Ásgeir Örn er hægra megin og Adam Haukur vinstra megin. Tjörvi. Vá, auðvelt fintaði Tjörvi út í hornið á Dagur brýtur á Brynjólfi. Dagur er aldeilis búinn að taka sig á vörninni, hann er aftan að sjá hann núna. Já. Adam, Tjörvi, Adam, inn á línu á Vigni, sleppt honum Einar. Já, niður. Þetta er ekki nógu gott hjá Einar, hann verður að hrinda honum út á þessu sendingin kemur. Þetta er auðvelt. Komaði hratt, Allan Norberg, Atje Eilsnes, Patrikur, Tarík fyrir upp með skot í stöngina, Dagur frá ákastið og ótrúlega. Gretar Ver, þetta var á fyrsta tempói. Væ. Já, hann hafði allan tíman í heiminum til að bíða þarna. Haukar leiða með einu marki 15-16 og hafa boltan. Komaður í sókn. Þetta var vond, fengum 2 sénsa í þessari sókn. Tjörvi stillir upp, Ásgeir Örn, Tjörvi, Ásgeir upp. Og frábær vörn hjá Daða og Dagur er fyrstur. Jæja, nú verður kallinn að skora. Skorar! Já, þetta var vel slútað. Já, hann eiginlega hoppaði inn í marki með boltan. Frábærlega gert hjá Degi Gautasinni. Hrifinn af svona slútum, herramenn. Og Áki mættur á blindu hlýðun og Tjörva. Vá, hvað það var vel gert og við heppnir í rauninni, hann hafði flautað fríkast í hana. Þetta eina þá nú verið með hann. Ok. Jæja, danski maður, nú er hann bara að hótt 2 mörk á sig og nú verður hann að læra reynslunni. Þó hann sé ungur, þá verður hann að læra reynslunni. Það er komið 2 nákvæmlega eins mörk. Já, kom nú den danski menn, eins og okkur myndi segja. Já, frábært danskóli, frábært. Tjörvi, Vignir. Ásgeir, Adam með plás upp. Stöngin og Einar í frákastinu. Einar, takk þetta drengur! Djöfullinn. Já! Já, þetta er já. Ég hef aldrei séð önnur sviprið þessu og Gunnari Magnúsinni. Allan, Daði. Vítakast! Já, Dolli. Frábært! Ég hef aldrei séð Gunnar Magnússon á rauðan. Ég hef aldrei séð hann svona. Gullspjald á Gunnar Magnússon. Og við höfum vítakast. Frábært. Við KM-menn græddum þessu. Andri Sigmarsson skefing kemur. Freista þess að verja víti, hann varði það svo sem jáðan, hann fór í slána. En Andri Snær Stefánsson fyrirliðinn okkar allar á punktinn. Við getum náð fórustunni. Já. Mikið sviftingar. Gunnar ræðir hér málinn við Kristján Halldórsson, eftirlitsmann leiksins. Fórnar höndum. Já, það er hitt í þessu. Það er hitt í húsinu og það er hitt í öllum. Hann er helviti góður að vera víti. Já, en Andri Snær er góður að skora úr þeim. Andri Snær Stefánsson fagnar að hætti húsins. Og við erum konur yfir, 17-16. Stálmúsin, þetta var mikilvægt. Það er 19 mínútur eftir. Káum með marki yfir. Já, koma Haukarnir. Ásgeir hægra megin, Tjörvi á miðinni. Hef trú á því að Tjörvi muni núna koma honum á línuna. Því miður þá er hann algjör snillingur í þessu. Já, leysir Brynjólfur inn, Tjörvi inn á línu. Hvað sagði ég? Og Vignir skorar. Já, hann er skuggalega góður hann Vignir. Það fara að minna hann á Ördísi Pálsdóttir í IBVF í fyrra kvennaboltanum. Þarna hefði ég örugglega dekkað línuna. Patrikur, ruðningur dæmdur á hann. Já. Því lítið að mótmæla þessu. Komum með Bamrúk, Ásgeir. Bamrúk inn á línu á hvaðas Jason, nei. Hætti við. Patti. Ásgeir finnur Vignir félagið sinni úr landsliðinu. Og nú verður Jóhann Kukubat. Frábær varsla. Þetta var ekki gott færi. Nei. Þetta var ekki gott færi. Já, þetta er rétt aðeins að hvíla Patta. Ég er satt ánægð með hann. Hann er mjög áræðinn. Hann er áræðinn. Já. Skoraði hérna frábært mark hérna milli 1 og 2 á hann. Það hefði mátt bara skjóta hérna fyrr. Nú það Jóni er að koma hérna í leikinn. Það er mikilvægt fyrir okkur líka. Jæja, nú mun þetta bara vera áfram þannig að Tjörvi mun stjórna sóknarleikum með stóðsendingum eða línusendingum. Þannig að við verðum að stoppa þann mann. Atje, Jón, klippir inn Tarík upp, hætti við. Já, skynsamur. Áki, milli 1 og 2, með hægri, fríkast. Já, þetta var bara vel gert. Jason með góða löglega stöðum þannig, Jason. Ég vil láta reyna á Jason. Þetta er stór og sterkur strákur en hann er nýkominn inn í þetta. Hann verður að láta þessa nýlega, sérðu. Já, griffin úr horninu. Já, festir boltan. Sérðu, hann festi boltan í markinu. Herðu, hann er einfaldlega sjóðandi í horninu. Frábær framistæðu griffin hinga til. Og við leiðum áfram, 18-17. Tjörvi kemur inn og ræðir við Adam hvað skuli gera. Það er eins og ég segi, sérðu, hann Tjörvi stjórnar gjörsamlega þessu liði. Ég er hrifinn af honum sem miðjumanni.
Heimir, mér ætla að segja það, mér finnst haukarnir vera að gefa eftir. Ég held að við hérna... Þú heldur það, já? Já, ég ætla að segja þessi að gefa eftir. Kemur Tjörfi og Adam. Ásgeir Örn sækir á. Flott vörn, Adam, flott vörn. Tjörfi á Daniel. Já, þú ferði þetta í gegnum að þarna. Nei. Frábær vörn. Þarna, menn verður að tala núna. Nú kemur eitthvað sniðut. Sjáum að Einar Pétur leysir inn. Og leysir vantilega, nei. Tjörfi með mikið pláss, en skýtur í slána. Hann er hins vegar ekki að skjóta vel í dag, sem er mjög jákvætt. Mjög jákvætt fyrir Káa. Mjög jákvætt fyrir Káa. Jæja, herðu, ef við kæmst í 2 mörk, við myndum ekkert grenja það. Það væri gaman, Heimir. Herðu, sjöttarna, þeir eru flottir með annan leikinn á 5 tímum. Já. Mikil svekkir sjáðanir á Greifavellinum, en svona er lífið. Já, svona er lífið. Við höldum bara áfram. Life goes on. Yes. Vonandi verður bara leiktíminn búinn. Henni er búinn núna eftir 60 mínútur. Engin uppbótartími í Káa-heimilinu. Engin uppbótartími. Tarik með mikið pláss. Adam eftir honum. Já, fínt að spila. Ég er ánægður með hann. Ekki taka erfið færi. Spilað. Jón Heiðar. Nú vilja menn sækja á. Já, Tarik. Já, sækja á. Fá fríkastið. Fá fríkastið, strákar. Já, Jón Heiðar inn og Einar í gegn. Já, þetta er víti. Vítakast. Frábær sending hjá Jóni og Einar gerir mjög vel í að fá kastið. Þetta er nefnilega nýtt hjá Káamönnum, Óli. Ég hef ekki séð margar svona sóknir sem menn spila, finna færið. Hárrétt, Heimir. Þessi menn ekki að taka einhver skot í óðagoti. Mikið rétt. Þá er það Stálmúsin. The captain. Ef hann skora núna fær hann ekstra langa kaffitíma í vinnun á morgun. Er það ekki? Jú. Það líst mér ríkalega vel á. Jafnvel súkkulaði með því. Það er í boði, Andri minn. Já. Hann ætlar að fá pipp, Heimir. Hann fær pipp. Engan netur í Naustskólan. Nettilaus skóli. Við erum konið 2 mörkum yfir. 15 mínútur búnar. Jæja, nú er trixið að halda smá ró. Ekkert rugg. Gunni er búinn að taka Ásgeir út af sóknarlega og Atli Már Bárusson kominn inn og aftur. Gunnur er að vera stressaður. Hann er farin að fá leikhlés spjaldi frá Páli, liðstjóra. Jæja, það er korter eftir. Atli. Það er sama kerfið. Já, passa línu. Jöfullin hafið þetta, maður. Já, hárrétt, nei, farið 2 mínútur líka, já. Fæ 2 mínútur líka, Einar. Þetta eru 2 mínútur nr. 2 hjá Einari, við megum ekki við þessu. Einar minn, það er því miður ekki hægt að kvarta við þessu. Þetta eru bara, samkvæmt reglum, 2 mínútur. Þarna verða menn bara í tónum aðeins lengur út. En virkilega vel gert hjá gamla kallinum. Jæja, Ólafur Ægir, hann er búinn að gríða lögreglur í vítalinni. Hvað gerist núna? Já. Hvað gerist? Jóhann Kúkubat ver! Já. Frábær varsla. Það er alveg ótrúlega hvað hann er segur að vera víti. Kúkubat. Já, Sigurjóli, ef okkar maður stóri Tarik setur eitt mark núna, þá erum við helvíti líklegir að fá stig eða 2. Já, nú ætlum við bara að sleggja upp með það. Hann er með 0 mörk. Ef það kemur 1 núna, þá Ásgeir Örn tek stendur vörnina. Og fær hann sjálfströnd. Það er 2-full skipting á Haukon núna, vörn sók. Enda svo sem einum fleiri líka. Jæja, ég vil að tökum löng ljábyttu. Tarik, Jón, Áki með skot sem Greta verið þetta illa tímasett enginn í markinu. Hvað gera þær? Adam. Svo vittlaust einum færri. Við náðum skiptingunni hins vegar. Og Adam Haukur. Jón Heiðar á mótunum og hann skorar. Þarna verður Áki Egilsnes að lesa leikinn. Þetta er ekki hægt. Stoppa tíman, það þarf að þurrka. Þetta er allt í lagi. Ég er mikill aðdáður þess að skjóta aldrei 30-40 en þetta var ágætt færi. 16,5 mínútur búin seinna á leik, við leiðum 19-18. Þau sögðu við ykkur, þetta yrði 1-2 mörk sikkurum megin, þetta verður sigur í öðru hverju liðinu, 1 mark, þetta jafnvel jafntefli. Já. Það er allavega að lofa því Heimir að annarkvort annar liði vinnur eða verið jafntefli. Það er svoleiðis. Það er mjög líklegt nema að vera rafmagnslaust. Kemur Tarik upp, Gretar ver og við erum ennþá ekki með neitt í markinu, við eigum þetta innkast samt. Við eigum þetta innkast. Rólu, Tarik. Hendin kemur ekkert upp, við vorum að skjóta. Veit það ekki. Tarik bara off í dag.
Já. Tarik er með 0 mörk úr 7 skotum. Það er ekki alveg nógu gott. Nei, það er... Jón Heiðar sækir á. Missir hann næstu Átje upp með skot sem er framhjá. Og 7 sekundur. Gretar með markið yfir allan völlin og jafna leikinn. Já, þetta eru 2 skot núna frá Áka. Ekki alveg tímabær. Þarna þarf hann samt bara að hitta markið. Nei, hann bara menn verða að spila lengur. Já. Hins vegar eru þeir komnir núna jafn margir í liðið 19. Góðu kafli á Haukum núna, 2 mörk í röð. Þetta var ekki gott. Nei. Það er ljótt að segja, ég væri samt eiginlega til í að sjá Tarik klára hann að leik. Hann setur mark sko, en skiljanlega er hann ekki inn á í 0-7. Á, Patti áfram með þig. Áki inn á mitt 1 og 2 út í hornið á Griffin. Og markið gott. Frábær spil. Frábær spimplun. Snúa. Ásgeir Örn, hann er ekki að fara að skjóta þann. Atli. Skiljanlega Danni komin inn á vörnina. Einar má ekki fá 3. brottvísununa. Einar er búinn að vera í vandræðum með Vigni. Þetta var rosalega mikilvægt mark hjá Griffin. Hann heldur áfram að skora. Hárrétt. Ákomaðir, Tjörfi, heilinn í sóknarleik Haukamanna, Atli Már. Adam Haukur, Tjörfi, sækir á Griffin nær strax í hendina á honum. Þú bara glemt þessu sko. Það er eins gott þessi gott í þessum púmabúningum. Flottir 9 púmabúningur til Haukum. Það eru svolítið víður á Vigni. Já, Vigni er bara svo léttur. Hann hefur keypt þetta fyrir átak. Það er tveir hægri og línan, væntanlega, nei, það er Atli Bárusson. Hann skorar. Hvernig fór maðurinn að þessu? Ok. Passa, Daniel. Já, flott Daniel. Herru, þetta voru skrifið. Já, áfram. Halldór skorar. Jöfullin, hafið þetta. Já, nú ætlum við að taka leikli held ég. 20-21 og K.A. tekur leikli. Vondur kafli okkur núna. Haukarnir búin að skora fleiri mörkum við upp á síðkastið og eru konur yfir á nýjanleik 20-21. Við erum búin að láta að fá auðveld mörk, þeim gengur ekkert allt of þægilega í uppstiltu sóknarleik. Þeir fá þessar línusendingar sínar og við erum búin að vera að missa menn út af. En þessi mörk yfir allan völlin og hraðarblöp í bakki núna, þetta er dýrt. Nei, málið er Óli minn, handbolti þetta er náttúrulega algjörlega ræðilegt þarna einum færri og 2-0 kafli sem við höfum getað öll að bara haldið jöfnum með smá skynsamleik. Þetta var ekki gott. Já. En menn læra þessu. Já. Fengum ekki fríkast í báðum sóknunum, skot eftir 20 sekundur og mark í baki. Þetta var alls ekki gott. 3-0 kafli núna. Það er ekki rétt í mér? Það er sennilega 4-1 kafla. Það er 4-1 kafli. Og stöðinu 19-17 fyrir okkur í 20-21 fyrir Hauka. Já, þetta var ekki nógu gott. En ég er full að trúa því að Stefán og Jónatan hafi lagt vel á ráðin í þessu leiklið og við komum tvíeldi tilbaka. 10 mínútur rúmar eftir að leiknum. 10 mínútur og 41 sekúnda ég vera nákvæmur. Þá koma þeir Jón á miðinni, Patti vinstra megin, Átje hægra megin, Allan í hægra horninu, nei Griffin í hægra horninu og Dagur í því vinstra. Jöp. Sjáum hvað setur. Jón Heiðar. 10,5 mínútur eftir og nú þyrftum við að fá mark. Mjög mikilvægt. Já. Patrikur, Jón, sækir á, Patti, sækir á, klippir inn Áka, Jón með pláss, sendur á Dag út í hornið. En Halldór Ingi snöggur á löpunum að af Dag engan séns að fara inn. Patti, já, Jason hefur fengið hérna yfir þetta 15 honum í hausinn. Nei, jésús, það var ekki neitt olbóðskot þarna. Nei. Hann gjör með hausinn fyrir þegar Patti fintar. Nei, það var ekkert að þessu áfram. Nú þyrfti nefnilega á, nú má hann skjóta nefnilega. Og þá er það hotkast. Vignir Svavarsson varði þennan. Kann þetta ennþá kallinn. Já. Þá er ein sending komin, ekki? Patti, Jón. 3. Átje, Griffin. Hörðu. Hello. Hei, jæja, allt í lagi, ekkert dæmt á þetta. Þá koma þær hratt Haukarnir. Ásgeir, Atli, róa niður, Einar Pétur leysir inn. Og skiptir Ásgeir við Tjörfa. Þeir geta nátt 2 marka fórust innan 9,5 mínútu eftir þessum leik. Þetta var erfitt, skot. Já, þetta var ekkert tempó í þessu.
Atli, Adam, leysir inn. Tjörfi sækir á Daniel, finnur Vigni, frábær vörn hjá Patta. Daði hendur sér á lausaboltan, nú er skynsemi strákar. Já, easy, flott. Það er bara eina vandamál að við hefum miklu merleikum með að skora núna. Agalegt að Tarek skuli ekki hitta allavega eitt mark. Já, sjáum hvað gerist, Heimir. Já, ég einhvern veginn svona hefði bara látið hann skjóta áfram. Hann skaut oft 100 skuti fyrra og skoraði bara 2 mörk. Það voru mikilvægstu mörkin. Já, sjáum hvort að það kom eitthvað í gang núna. Jón Heiðar sækir á fyrir upp. Átji, Patrikur, Dagur í gegn. Nei, og aftur á nær, Gretar ver þetta. Nú af, strákar. Þetta einhvern veginn hef ég ekki góða tilfinningu fyrir þessu núna. Skrif! Ning. Þetta er ódýr dómur, mjög ódýr dómur og KA-menn sína vonbrigði sín. Virkilega svekkjandi að fá þetta á sig, allt í lagi. Áfram gakk, en þá einsmarksmunur, 8 mínútur eftir að leiknum. Það er ekki búið að KA ekki búið að skora markið 3 mínútur og 44 sekúndur. Koma þær, haukamenn, Tjörfi. Sækir á, Vigni með honum, Tjörfi klippir inn Adam á línu. Hann er ekki að snúa þessu. Hann er í heljar greipum Daða Jónssonar. Það er frábærið þessu, því miður þá er þetta lykilsókn. Ég er hræddur að þetta verður erfitt að skora núna. Atli leysir, Tjörfi, Adam Haukur. Hann sækir á Danni. Skrifinn! Halló! Hvað var? Jæja, ég sá hann ekki stinga niður allavega, allt í lagi. Ég sé ekki allt. Nei, hann hefur örugglega stungið niður, það getur ekki annað verið. Sama hérna. Herru, það er bara... Jæja, þá kom Haukarnir hrætt, geta hann á 3 marka mun. Skorar. Já. Það er eins og ég sagði, mér leist ekkert á þetta ef við myndum skora og það gerðist, þannig að ég hef ekki því miður. Ekki slæma tilfinningu fyrir þessu núna. Já, þetta verður þungt núna, það eru 3 mörkum yfir. 23-20. 7 mínútur eftir. Það er bara þannig. Leysir inn, Daniel Griffin. Patti með skot sem er varið af vörninni. Þetta er orðin hérna óþreyfull skot hjá okkur mönnum. Eru líklegir standa með leiklispjaldi í hendinni. Hvort þeir takki strax aftur annað leikli. Jón Heiðar, Danni, Patti gegn Ásgeir Erni. Áki upp, skot framhjá. Shittur, við verðum að vara skittin og þetta er því miður þó hann sé ekki hitta, þá dregur hann í sig. Áfram Tryggir, áfram, að því er ekkert að gefast upp. Nei, við höfum alveg lent í brekka áður, við höfum bara að vinna okkur út úr henni. Fá húsið með okkur. Koma Haukarnir, geta náð 4 marka fórustu. KA ekki búinn að skora marki 5 mínútur og 38 sekúndur núna. Það reynast okkar mönnum dýrkeypt, fáðu stöðunni 20-20. Adam, Atli. Þetta hljó, já. Ruðningur, já. Vondur í lagi með Daniel hanna. Hann kvenkar sér. En þetta þýðir væntanlega þriggja svona hvíld Heimir. Þú kannski leita álits sér sem dómara. Fyrst að Árni kominn inn á. Jú, mikið rétt. Atli Már Bárðarson ekki sáttur, en hérna... Óli, hvað er þetta? Já, gott að fá. Þetta hefði náttúrulega verið búin að dæma skrifa hann. Já. Ég ætla ekki að biðja álit Heimir, en ég ætla að segja að þetta hefði verið að dæma skrifa hann. Í annarri sókn í röð. Atli færar 14 mörgum skrifum. En nú er, eins og þú sagðir áðan að það væri mikilvæg sókn hjá Haukum, nú er gríðarlega mikilvæg sókn hjá KA-mönnum. Þetta fyrir að vera síðast síðans. Já, spurning hvað við eigum, hvort við eigum ekki bara að henda Einari þarna inn. Tarik líka. Já. Sjáum hvað þið gera, Einari er komið 22 mínútur náttúrulega. Hann alltaf hví ekki, við erum því miður ekki líklegir til að skora, en ljótt að segja að þessi slæmi kafli á hann, einu færi, hann drap heila svolítið leikinn hjá okkur. Við vorum 2 mörgum yfir og hræðilegt að missa þetta svona snemma. Akkurat, Haukar eru búin að skora 4 mörk í röð. Daniel er hér stuttur af velli, vondur í lagi með hann. Þriggja sóknar hvíld á Danna. Denzel. Kemur Allan Norberg inn í hornið. Æja, strákar, nú þurfum við að fá. Nú verður eitthvað að fara að gerast. Já. Við erum með sömu uppstillingu nema að Allan kemur inn í
Horni fyrir Daniel sem þarf að sitja í 3 sóknir. Jón er á miðunni. Væri til í að fá samvinnu Áka og Danna línumanns á leikmann nr. 20. Jón Heiðar og Patrekur hafa stöðuskipti. Jón Heiðar. Þarna kom samvinnan svo kallaðar eftir. Danni Akkurat þetta skorar! sem ég var að tala um. Já, það er líf í þessu. Ef þeir myndu nú bara að gera sem við segjum þá væri þetta ekkert vandamál. 5,5 mínútur eftir, Heimir. Þá er það núna hið klassíker. Það er Atli Báru með maður mann eða línusetning. Þessi 2 hlutir eru hrikalega vel gerðir hjá Haukunum. Gunnar klókur, hann átti 2 leikli eftir og þurfti að taka annaðir ef hann ætlaði að fá að nota hitt. 5,5 mínútur eftir. Næstu sókn var ég bara til í einfaldan gamla góða rússa og Danni fór hann og fær víti og 2. Já. Sammála því? Ég er sammála því. Ekki? Jú, ég er að vera líka til í eina góða vörn, eina góða markvörslu. Já, það væri plús. Það væri plús. Sjáum hvað setur. Það er mikil spenna og mikil hitt í húsinu. Æja, ég myndi segja að þetta væri svona hálfgeir lykilvörn. Já. 5 mínútur eftir, 2 mörgum undir. Sjáum hvað gerist. Það er spurning hvað Gunni hefur verið að setja upp hérna. Hann er rosalega mikið Hann er rosalega mikið með innlýsingakerfin og línusendinguna sem er búið að ganga því miður mjög vel. Þetta er búið að vera örugglega einhver 5-6 mörk og 3-2 mínútur. Já, og vítakostin alveg í bunkum. Síðan er Atli Báru náttúrulega alveg tröll á börðum og mjög erfitt við hann að eiga maður og mann. Þetta er svona þeirra helstu tromp, flóknarlega. Já, Gunnar ætlar að spila væntanlega á sína styrkleika og setur upp í þessi kerfi. Það er mjög líklegt. Sjáum hvað við gerum. Danni og Daði eru með Vigni henni í fanginu á línu. Þá tekur hann þetta kerfi hér. Adam, Atli fær mikið blás. Atli klippir inn. Halldór. Þetta er gott. Já, Jonni vil meina að Halldór hafi byrjað út af. Já. Ramónas ekki sammála að passa okkur að fá ekki 2 mínútur á bekkinn. Þetta var kerfi að Atli átti að fá mikið blás á maður og mann. Já. Hann er línan. Atli að vera að hjálpa með hann. Já, þetta er betra. Löngulendur. Gunni ekki sammála. Mér finnst hann að vera löngulendur, þannig að við þurfum ekki eins og að ræða þetta. Nei. Inn á með sjúkraþjálfarann. Er þetta þá ekki 3 sóknir kemur ekkert inn á. Pásu? Hann er að spyrja hvort hann vilja jafna sig. Ef hann er fljótur upp og þá má hann bara spila áfram, annars þannig að fara út af. Þetta er En þeir eru búin að vera góðar 50 sekúndur í sókn og ég kalla eftir hendinni á dómarunum. 2 fríkast komin á þessum tíma. Já, hún kemur fljótlega upp. Hvað er Tjörfi að setja upp núna? Nú horfum við á hann. Já. Sérðu? Hann kemur sér í hægri skiptuna, Atli á Býtu, miðuna. hann er að segja eitthvað við hann. Já, hann tekur hann aftur, Atli maður og mann gískaði. Já. Tjörfi leysir þá inn og fá Atli maður og mann hægra megin. Atli á bara að klára þetta vinstra megin þetta. Sérðu? Bang. Nei. Adam hætti við að nota hann. Bang aftur. Já, sérðu, hann á bara að klára þetta. Nei, ekki tempó. Hann kemur leysirinn inn. Og leysirinn inn. Já. Þetta er ekki góð sókn. Nei, Adam, Tjörfi. Ekki komin upp. Já, hendur er komin upp. Hún eru búin að vera núna 1 mínútu og 20 sekúndur í sókn. Það er rosalega dýrt frá því að Gunni tók leikhlé. Adam Haukur. Hætti við. Við hljótum að fara að fá hendinu upp. Það er komin 1,5 mínúta. Atli með skott í stöng og þetta eigum við. Þetta var rosalega tæft, það var gott skott. Líka rosalega löng sókn. 1,5 mínúta, það er svona lítið eftir, það er ótrúlega langur tími. Já. Káa geta minkað í 1 mark. Staðan er 21-23. Haukum í vil. Ef við skorum núna, þá hefur við trúið stilum stíðinu. Já. Annars held ég að þetta sé búið. Áki. Patrekur. Úti lætur stela sér boltanum. Klaufalegt, strákar. Já, ekkert dæmt. Koma Haukarnir hratt upp. Þetta var ekkert áhaldað því meður. Nei. Adam Haukur, Ásgeir Örn róa niður. Klókur Ásgeir 2 mörkum yfir og 3,5 mínútur eftir. Það fáum við enn eina langlokun í sókninni. Rosalega lengi að byrja þessar sóknir. Eins og Dolly og Ramónas gerir sér ekki grein fyrir hvað er mikið eftir. Leysir Einar Péturinn. Atli, Tjörfi, 2 línur, Atli á Áka 1 og 1, fer létt með hann og skýtur úr skauðun og skorar. Já, hann kláraði Atli Bárusson að leik held ég til meður. 3.
mörk. 21-24, 3 mínútur eftir. Þá tökum við hitt leikliðið okkar, síðasta leikliðið okkar. Og Haukarnir fóru, eða Atli fór langt með að klára þetta eins og Heimir sagði. Það er ekki alveg rétt hjá tölfræðin á KTV, Atli það var útilokkun, hann var hins vegar að skora. Það hefði verið gott fyrir okkur gáða menn. Já, það hefði verið mjög fínt bara. Breyta marki í útilokkun, Steppi er að reyna allt saman í KTV. Já. Þetta er agalegt, við vorum líklegir í stöðunni 19-17 og þá einhvern veginn mistum þetta frá okkur á 1,5 mínútu fyrir 0 kapla, þannig að hann var allt og snöggir að klúra þessu. Það er bara einn maður sem búið að klára þetta fyrir Haukana, það er Atli Bárusson hér í seinni hálfleik. Hann er búinn að vinna maður og mann hægri vinstri. Ég veit eiginlega ekki hvernig þetta væri hjá mig, hann var ekki í þessu liði í dag. Akkurat. Mjög mikilvæg, mjög þýðingarmikið fyrir þetta Haukalið. Já, en bara hann á þessi 2 stygg, gjörsamlega. Síðan er reynda Vignir og Adam búin að vera mjög flottir í vörninni. Mjög flottir. Já, við erum snöggt mark. Koma gáðamenn, Jón Heiðar á miðjunni, Daniel. Áki, mitt 1 og 2, klippir en Allan, mikið pláss, Patrik Guðrinn á línu á Daniel, sem skorar. Já, þetta var gott, það er smá síðan sem þó, ég er svona bara ákveð að vera neikvæður, þá er þessi ánæður ef eitthvað annað gerist. Við komum allan í aggressífi núna, Haukarnir, við erum að spila einhvers konar útfærslu af, já bara maður og mann framleikjandi. Nei, þetta er 3-2-1. Já, mjög aggressífa 3-2-1. Þú voru að passa innlýsinguna, Dagur að vera vakandi, það kemur pottitt innlýsing frá vinstra hægri. Já, kemur Einar, Atli með sendingu á Vignir sem grípur allt. Æ, Daði hefur nú þarna bara mátt pússa honum aðeins út. Já. Algjör óþarf að brjóta. Gunni snöggur að bregðast við fyrir 7 og 6. Kemur hérna aukamaðurinn Ásgeir Örn á flugbrautina, Atli sér hann ekki. Adam Haukur, brotið á honum. Ég kalla eftir leiktöf. Kemur Ásgeir aftur út að Gunni þekkti fyrir að nota þetta ekki Selfossi svolítið. Það kemur mannin inn í seinni. Já, hann gerir þetta alltaf. Já. Sem er bara klókt. Já. Patti verður að standa klár á sínu, hann fær Ásgeir á sig, sérðu. Kemur innlýsing fyrir að Tjörfa. Kemur Ásgeir inn núna. Daði, Ásgeir. Já, algjör vandræðagangur á Hauka núna. Atli Már Bárusson skorar. Já, Áki inn á Danna, sem fær högg í andlitið, vítakast. Og maður hefði viljað sjá 2 mínútur hana, en Dolly gefur ekki 2 mínútur. Stoppa tíman. Þeir ekki að marka munur 1,5 mínúti eftir það. Við þurfum kraftaverk. Já. Við þurfum kraftaverk. En ef að kraftaverkin gerist einhvers staðar, þá er KM-milinu. Ég hef trú. I believe. Andri Snær Steff á punktinn. Andri Snær gegn Andra Sigmarsson í séfing. Gretar Ari hefur ekki fengið að reyna þessu einu vítakast í dag. Andri skorar. Glæsilegt mark. Vel gert. Æja strákar, nú er þetta bara próf í klókindum. Já. Hann má ekki brjóta. Gerir Ásgeir sér tilbúin að koma inn á. Þetta æfa menn alveg hægri vinstri. Já. Þetta er mjög vandræðalegt. Skrítið að höndin hvað er að gerast? Það er bara einhvern veginn má. Æja. Það er ekkert verið að sækja markið. Ekki neitt. Ég vil sjá hendinu upp, bara 1-4 og strax. En það eru 53 sekúndur eftir að leiknum. Hauka leiðir með 2 mörkum. Já. Þeir eru búin að leyfa Haukum að taka sér tíma í sóknarleikin. Ég er ósáttur við það, en það er kannski einhver lína sem þeir leggja. Já, þetta er svona. Það er ekki það sem er að tapa leiknum hins vegar. Nei, þeir eru búin að fínt tök á leiknum, það er ekkert að því. Þetta er því miður var svolítið algengt hjá okkur í fyrra. Við stóðum okkur vel en töpum 1 eða 2 mörkum. Það er agalega svekkjandi. Það er mjög sjaldan sem er ekki spennandi leikur í KM-milinu dagana. Nei, þetta var fór oft brjálar að sofa. Já. Jæja, 53 sekúndur eftir. Jonni ræði við Ramúnas að hendin eigi að vera löngu komin upp.
En Ramúnas vissi sín í sök. Ásgeir tilbúin að koma inn. Sjá, fáum við ekki hendunum strax? Nei. Nei. Atli, Tjörfi, nú kemur hún, 1. Ekki brjóta, strákar, Jésús Kristur. Já. Þetta Sigurúli, þarna handbolti 101, kent í Vafema. Þetta bara má ekki var aftur að brjóta, nei. Alla verður að ná þessum. Það gerir það ekki. Herru, skrif, nei. Nei, þá þetta búið. Já, spila þetta út. Halldór. Nei. Adam, á. Það eitthvað hitt í kólunum þetta milli manna. Allan, þetta algjört óvilja verk. Nú velja menn bara klára leikinn. Já. En ég ánægður með að gefa ekki rauðspjald þarna því að þetta var óviljandi og þetta var sjálfsagt aldrei rauðspjald en margir dómar hefðu kannski hendi rauðspjaldi þarna. Já, þetta bara búið að vera, þetta var ótrúlega ofnið, það var hérna stuttukafli sem við klúruðum þessu. Já. Það voru það komið í gang, 80 sekúndur eftir, kemur sending yfir á Adam og hann gal opinn í horninu, hann Einar, vippar Jóhann Ver, Vigni tekur frákastið og skorar. Já. Samt í lausum í haus, þessu eigurkallinn. Þetta var agalegt. Þetta líður út hérna. Það eru ánægðir haukarnir, þurft að hafa fyrir þessu. Og við KA-TV menn, við ætlum að renna yfir tölfræðina svona áður en við kveðjum ykkur hér í kvöld. Óskum Haukum til hamingju með sigurinn og góðra ferðar heim. Óskum einnig Darra Aronssoni góð spata. Við eigum leik í næstu umferð gegn Fjölni á útivelli. Mikilvægur leikur á sunnudaginn næsta. 6 stiga leikur. 6 stiga leikur í glæsilegum bláum útivallabúningum. Mikið rétt. Kíkjum á þetta. Markastýri á KA, Áki Eltils 5 mörk, Daniel Örn 4, Andri Snær 3 á vítalínunni, Patrik 3, Daniel Mattíasson 3, Dagur Gautarsson, Allan Norberg 2 og Einar Birgir 1. Jóhann með 13 varinn skot. Já, Haukum var Atli Már, markahæstur og kláraði leikið með 5 mörk ásamt Vigni Sávar sem skoraði 5 mörk. Adam Haukur og Ólafur Ægir með 4 hvor, Halldór 3, Einar 2, Gretar skoraði 1 mark yfir völlin og Tjörfi skoraði 1 mark ásamt Brynjólfi Snæ. Á ver Gretar 15 bolt í markinu. Sjáum hvernig mörkin skiptast, tölfræðiliða. Haukar KA lenda hann í markaþurri í seinni hálfleik upp á 6 mínútur og 15 sekúndur sem allt of mikið sem að ríður bakamunum hér í dag. Sjáum skiptingu markana. KA skora 4 hraðarplöppi og 4 manni fleiri. Haukarnir hins vegar eru bara að skora þokkalega uppfylgdu sóknarleik. Já. Tímalínan, hún hér. Sjáum hvernig mörkin skiptast. KA hóf seinni hálfleikinn af miklum krafti og leiddi í stöðu 90-17 síðan kemur þarna kafli þegar eitthvað 12 mínútur eftir sem Haukarnir ganga lagið og skora þarna einhver 6 mörk gegn 1 KA-marki og það var of mikið þegar upp á staðið og lokatölur 23-26. Áður en við hættum viljum við að lokum minna á söfnunina fyrir KA-TV. Eftir að búnaðnum okkar var stolið þá erum við að sjálfsögðu að leita okkur að leiða til að fjárfesta í nýjum búnaði og það hægt að leggja söfnun lið með að leggja þetta inn á styrktarreikning. Stefán Jóhannsson tæknimaður, Andri Freyr Björgvinsson myndtökumaður og ég og Heimir Árna þökkum kærlega fyrir okkur í kvöld. Fylgist þið spennt með næstu útsendingu KA-TV. Takk fyrir og góða nótt.